Þá settur formlega 1627. fundur bæjarstjórnar Vestmannaeyja þann 3. júní 2026 klukkan 2. Fundurinn fer fram í beinni útsendingu að venju en hægt að nálgast hlekk á fundinn á heimasíðu Vestmannaeyjabæjar og fer fundurinn fram í Ráðhúsi Vestmannaeyja þar sem fundir bæjarstjórnar fara fram að öllu jöfnu. Til fundarins var boðað með lögmætum hætti, líkt og bæjarmálasamþykkt kveður á en samkvæmt 4. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar skal sá fulltrúi í nýkjörinni bæjarstjórn sem á að baki lengsta setu í bæjarstjórn boða til fyrsta fundar ekki síðar en 15 dögum eftir að ný bæjarstjórn tekur við störfum eftir kosningar. Hann stýrir fundi þar til forseti bæjarstjórnar hefur verið kjörinn. Það kom því í minn hlut að fá að boða hér til fundar og stýra hér fundi þar til nýr forseti bæjarstjórnar hefur verið rétt kjörinn og það mér bæði ljúft og skylt. Bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hefur boðað forföll og í hans stað situr fundinn varabæjarfulltrúi Kjartan Vító Ólafsson. Til fundarins eru því mættir eftirfarandi réttkjörnir bæjarfulltrúar fyrir Sjálfstæðisflokkinn Eyþór Harðarson, Aníta Jóhannsdóttir, Óskar Jósúason, Hildur Sólveig Sigurðardóttir og Kjartan Vító Ólafsson varabæjarfulltrúi. Fyrir Miðflokkinn Jón Þór Guðjónsson og Sæunn Magnúsdóttir. Fyrir Eyjalistan Arndís María Kjartansdóttir og Anton Örn Björnsson. Fundagerð ritar Drífa Gunnarsdóttir bæjarritari. Á fundi bæjarstjórnar liggja fyrir 11 mál, 8 almenn mál og 3 fundagerðir ráða. Þau eru þessi. Liður 1 sveitarstjórnarkosningar 2026, liður 2 kosning forseta bæjarstjórnar, varaforseta og skrifara, liður 3 kosning í ráðunefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar, liður 4 þóknun til fulltrúa í nefndum og ráðum á vegum Vestmannaeyjabæjar, liður 5 ráðning bæjarstjóra, liður 6 dagskrá bæjarstjórnarfunda 2026 til 2027, liður 7 umræða samgöngumál, liður 8 íbúakosning þróunarsvæði M2, liður 9 fundagerð umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja 439, liður 10 fundagerð bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 3259 og liður 11 fundagerð framkvæmda og hafnaráðs Vestmannaeyja nr. 337. Nú áður en við hefjum formlega dagskrá þá vil ég minna nýkjörna bæjarfulltrúa örstutt á eftirfarandi fundareglur. Bæjarfulltrúi skal beina máli sínu til forseta og hefja þá ræðu sína með eftirfarandi ávarpi. Forseti. Bæjarfulltrúi skal ávarpa einstaka bæjarfulltrúa með fullu nafni. Ekki má lesa prenta mál nema með leyfi forseta og þá í ræðu sinni áður en byrjar að lesa textan sagt með leyfi forseta og þá gefur forseti ykkur ábendingu bara með samþykki. Ekki má taka ljósmyndir í sal nema með leyfi forseta og það sami háttur hafður á. Bæjarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt. Óska skal eftir heimild forseta til að taka til máls með því að rétta upp hönd og gefa merki. Og með atkvæðagreiðslu þá að öllu jöfnu handa upprétting úr sæti og hjáseta telst þáttaka í atkvæðagreiðslu. Bæjarfulltrúi má tala tvisvar við hverja umræðu máls, í fyrra skiptið alltaf 5 mínútur og í seinna skiptið alltaf 3 mínútur. Heimilt að taka oftar til máls til að bera af sér ámæli eða til að gera stutta athugasemd við fundarstjórn og beinir bæjarfulltrúi óskum slíkt til forseta. Bæjarstjóri og bæjarfulltrúi sem flytja tillögu eða framsögu mega tala oftar en tvisvar við hverja umræðu. Bæjarstjóri með óheft málfrelsi og tillögurétt. Bæjarfulltrúi getur borið fram breytingatillögu, viðaukatillögu, frávísunartillögu eða frestunartillögu við hvert mál sem til umræðu. Þær þurfa þó að vera skriflegar. Stuttar bókanir afstöðu til máls eru leyfilegar en að jafnaði ekki lengra en 200 orð og skulu tillögur og bókanir senda rafrænt á ritara fundar og á forseta. En þá vindum við okkur bara beint í fyrsta dagskrá fundarliðarins en það eru sveitarstjórnarkosningar 2026. Og fyrir liggur skýrsla yfirkjörstjórnar dagsett 27. maí síðastliðinn en í henni kemur fram að fjöldi íbúa á kjörskrá í nýafstöðnum kosningum voru 3538. Kosningaþáttaka var 74,9%, gildir atkvæðaseðlar voru 2553 og skiptust atkvæði eftirfarandi. Sjálfstæðisflokkur með listabókstafinn D hlaut 55,7% atkvæða og þá 5 kjörna fulltrúa. Miðflokkur með listabókstafinn M hlaut 25,2% atkvæða og 2 kjörna fulltrúa. Eyjalistinn með listabókstafinn E hlaut 19,1% atkvæða og 2 kjörna fulltrúa.
Eftirtaldir frambjóðendur náðu því kjöri sem aðalmenn í sveitarstjórn af D-lista Eyþór Harðarson, Trausti Hjaltason, Aníta Jóhannsdóttir, Óskar Jósúason og Hildur Sólveig Sigurðardóttir, af E-lista Arndís María Kjartansdóttir og Anton Örn Björnsson, af M-lista Jón Þór Guðjónsson og Sæunn Magnúsdóttir og eftirtaldir frambjóðendur náðu kjöri sem varamenn í sveitarstjórn af D-lista Kjartan Vító Ólafsson, Rannveig Ísfjörð, Ármann Halldór Jensson, Guðbjörg Sól Sindradóttir og Hannes Kristinn Sigurðsson. Af E-lista Erlingur Guðbjörnsson og Hildur Rún Róbertsdóttir, af M-lista Jóhann Ingi Óskarsson og Sonja Andrésdóttir. Ég óska nýkjörnum aðal- og varabæjarfulltrúum innilega til hamingju með kjörið í bæjarstjórn og óska okkur öllum velfarnaðar í starfi og bind vonir við gott og árangursríkt samstarf. Það eru ákveðnar breytingar á samsetningu bæjarstjórnar þetta kjörtímabilið. Karlmenn eru komnir aftur í meirihluta og það virðist eitthvað verið að hækka hjá okkur meðalaldur bæjarstjórnar. Því allt síðasta kjörtímabil þá var ég 4. elsti bæjarfulltrúinn en núna 4 árum síðar er ég 5. elsti bæjarfulltrúinn. Í aðdraganda fundar var haldin nýliðafræðsla sem er nýbreytni hjá sveitarfélaginu og mældist hún vel fyrir að ég tel og var þar farið yfir form bæjarstjórnarfunda og ítarefni kynnt fyrir bæjarfulltrúum. Í kynningunni kom upp svo skemmtilega staðreynd þegar farið var yfir fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar sem skipuð var árið 1919 að langafi nýs bæjarfulltrúa Jóns Þórs Guðjónssonar átti einmitt sæti í fyrstu bæjarstjórn Vestmannaeyja, Halldór Gunnlaugsson. Í sömu bæjarstjórn sat einnig langafi bæjarritara Drífu Gunnarsdóttur, hann Högni Sigurðsson. Á umræddum fundi var tæpt á siðareglum kjörinna fulltrúa sem ný bæjarstjórn mun taka til umfjöllunar á næsta fundi og hefur þá svigrúm til að ígrunda það hvort nýrri bæjarstjórn þykir tilefni til að endurskoða eða uppfæra þær siðareglur sem hafa verið staðfestar áður. Þessi liður er til umræður, einhver sem að vill ræða þennan lið sérstaklega. Ef ekki þá göngum við bara beint í næsta lið sem er liður 2. Liður 2 er kosning forseta bæjarstjórnar, varaforseta og skrifara. Fyrir fundinum liggur í lið A eftirfarandi tillaga forseta bæjarstjórnar kjörtímabili 2026 til 2030. Hildur Sólveig Sigurðardóttir Sjálfstæðisflokki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast réttið upp hönd. Það er samhljóða samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Ég þakka kærlega það traust sem mér er sýnt að fela mér embætti forseta bæjarstjórnar og tek auðmjúk því hlutverki og mun leggja mig fram með að sýna fagmennsku og sanngirni í því hlutverki. Ég held því áfram stjórnun fundarins líkt og mér hefur verið falið. Liður B undir sama lið er kosning varaforseta bæjarstjórnar kjörtímabili 2026 til 2030. Þar liggur fyrir tillaga að varaforseti bæjarstjórnar verði Eyþór Harðarson Sjálfstæðisflokki. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður C en fyrir liggur tillaga skrifara sem er svohljóðandi Óskar Jósúason og Jón Þór Guðjónsson verði aðalskrifarar og tillaga varaskrifara Aníta Jóhannsdóttir og Arndís María Kjartansdóttir. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá hefur liður 2 verið afgreiddur og við förum í næsta lið 3 sem er kosning í ráð, nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Liður A er kosning í ráð, nefndir og stjórnir til 1 árs. Þá er fyrsti liður þar er bæjarráð, þar eru 3 aðalmenn, 3 til vara, 1 áheyrnarfulltrúi og 1 til vara. Tillögur eru eftirtalda fulltrúa inn í bæjarráð sem aðalmenn Eyþór Harðarson sem jafnframt verður formaður, Trausti Hjaltason, varaformaður og Jón Þór Guðjónsson, aðalmaður. Varamenn verði Aníta Jóhannsdóttir, Óskar Jósúason og Sæunn Magnúsdóttir. Áheyrnarfulltrúi verði Arndís María Kjartansdóttir og varaáheyrnarfulltrúi verði Anton Örn Björnsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessum tillögum vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður B sem er kosning í ráð, nefndir og stjórnir til 4 ára. Uppröðun í þessar nefndir eru samkvæmt tilnefningum frá hverju framboði og í ljósi úrslita sveitarstjórnarkosninga. Meirihluti hefur ákveðið líkt og á síðasta kjörtímabili að minnihluti fari með varaformannsembætti í ráðunum. Og fyrsti liður þar er fjölskyldu- og tómstundaráð, þar eru 5 aðalmenn og 5 til vara og eru tillögur eftirtalda aðila. Aðalmenn Kjartan Vító Ólafsson sem jafnframt verður formaður,
Hildur Rún Róbertsdóttir, varaformaður, Þóra Guðný Arnarsdóttir, Guðríður Jónsdóttir og Jóhann Ingi Óskarsson. Varamenn verði Guðný Rún Gísladóttir, Hákon Tristan Bjarnason, Magnús Stefánsson, Jón Þór Guðjónsson og Sindri Freyr Ragnarsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með samhljóða 9 atkvæðum. Þá er það næsta ráð sem er fræðsluráð. Þar eru einnig 5 aðalmenn og 5 til vara og eru líka eftirfarandi tillögur til aðalmanna. Aníta Jóhannsdóttir sem jafnframt verður formaður, Eyrún Haraldsdóttir sem jafnframt verður varaformaður, Óskar Jósúason, Rannveig Ísfjörð, Sonja Andrisdóttir. Varamenn verði Herdís Hermannsdóttir, Leifur Jóhannesson, Theodóra Ágústsdóttir, Emma Karína Jakobsen og Þorsteinn Ívar Þorsteinsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefi atkvæði með handa uppréttingu. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það næsti liður sem er umhverfis- og skipulagsráð. Þar eru einnig 5 aðalmenn og 5 til vara og liggja fyrir eftirfarandi tillögur auðmenn. Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem jafnframt verður formaður, Linda Rós Sigurðardóttir sem verður varaformaður, Auðun Haraldsson, Ármann Halldór Jensson, Jessi Friðbjarnadóttir. Varamenn verði Ardís Bára Ingimarsdóttir, Gísli Stefánsson, Ragnheiður Lind Geirsdóttir og Sonja Andrésdóttir og Anton Örn Björnsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næsta dagskrá er það framkvæmda og hafnaráð. Þar eru 5 aðalmenn og 5 til vara. Tillögur aðalmenn eru Hannes Kristil Sigurðsson sem jafnframt verður formaður, Sæunn Magnúsdóttir sem verður varaformaður, Garðar Benedikt Sigurjónsson, Guðbjörg Sól Sindradóttir, Erlingur Guðbjörnsson. Varamenn verði Grímur Gíslason, Guðjón Rögnvaldsson, Jason Stefánsson, Jóhann Ingi Óskarsson og Stefán Jónasson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það næst kjörstjórn við sveitarstjórnar og alþingiskosningar og eru tillögur eftirtalda aðila í yfirkjörstjórn. Þar 3 aðalmenn og 3 til vara og tillögur eru aðalmenn Jóhann Pétursson, Ólaf Elísson og Ástu Björk Guðnadóttur og varamenn verði Sigurbergur Ármannsson, Ingólfur Jóhannesson og Guðni Hjörleifsson. Í undirkjörstjórnum verði 3 aðalmenn og 3 til vara í hverja kjördeild. Kjördeild 1 verði aðalmenn Rósa Hrönn Ögmundsdóttir, Sigrún Alda Ómarsdóttir, Guðni Sigurðsson. Varamenn verði Erla Signý Sigurðardóttir, Súsanna Georgsdóttir, Rósa Sveinsdóttir. Í kjördeild 2 verði aðalmenn Sigurður Ingi Ingason, Fjóla Margrét Róbertsdóttir, Helga Sigrún Þórsdóttir og varamenn verði Hildur Jóhannsdóttir, Guðný Hrefna Einarsdóttir og Víðir Þorvarðarsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessum tillögum vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næsti liður er tilnefningar í stjórnir og samstarfsnefndir til 4 ára. Fyrsti liður er aðalfundur samtaka sunnlenskra sveitafélaga. Þar eru 7 aðalmenn og 7 til vara. Tillögur eru eftirtalda aðalmenn: Aníta Jóhannsdóttir, Eyþór Harðarsson, Óskar Jósúason, Trausti Hjaltason, Jón Þór Guðjónsson, Sæunn Magnúsdóttir og Ardís María Kjartansdóttir. Varamenn verði Ármann Halldór Jensson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Kjartan Vító Ólafsson, Rannveig Ísfjörð, Jóhann Ingi Óskarsson, Sonja Andrésdóttir og Anton Örn Björnsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu. Eins eru allar tillögur til umræðu þannig að vilji bæjarfulltrúar ræða sérstaka skipan eða eitthvað slíkt þá bara vinsamlega gefi merki til forseta. Næsta dagskrá er það landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga. Þar eru það 3 aðalmenn og 3 til vara og eru tillögur eftirtalda aðalmenn Eyþór Harðarsson, Trausti Hjaltason og Jón Þór Guðjónsson og varamenn verði Aníta Jóhannsdóttir, Óskar Jósúason og Sæunn Magnúsdóttir. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefi merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum.
Næst það stjórn samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, þar það einn aðalmaður og einn til vara og eru tillögur Eyþór Harðarson sem aðalmann og Anítu Jóhannsdóttur sem varamann. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það hér einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næst það almannavarnanefnd liður 4, samanber 3079. fund bæjarráðs og 1537. fund bæjarstjórnar eru tillögur eftirtalda aðila. Arndís Bára Ingimarsdóttir sem hefur skyldusetu samkvæmt lögum, Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri, Brynjar Ólafsson sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs, Friðrik Páll Arnfinnsson slökkviliðsstjóri, Davíð Egilsson yfirlæknir heilsugæslu HSU, Adolf Þórsson björgunarfélagi Vestmannaeyja og Arnór Arnarsson björgunarfélagi Vestmannaeyja. Til vara eru staðgenglar embættismanna. Ég bið þá bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þessari skipan að gefa merki með handauppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liður 5 eru fulltrúar Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, þar einn aðalmaður og einn til vara. Tillaga aðalmann Guðjón Hjörleifsson og tillaga varamann Auðun Haraldsson. Þeir sem eru þessari skipan samþykkir vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá næst heilbrigðisnefnd Suðurlands, þar einn aðalmaður og einn til vara. Tillaga aðalmann Bjarna Ólaf Guðmundsson og varamann Anítu Jóhannsdóttur. Þeir sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. 7. liður skólanefnd framhaldsskólans í Vestmannaeyjum. 2 aðalmenn og 2 til vara. Skipað var í nefndin árið 2025 og því ekki næst skipað í hana fyrir árið 2029. Liður 8 stjórn náttúrustofu Suðurlands, þar eru 3 aðalmenn og 3 til vara og eru tillögur eftirtalda aðila. Aðalmenn Kjartan Vító Ólafsson, Ragnheiður Sveinþórsdóttir og Guðni Hjörleifsson. Kjartan Vító Ólafsson verður jafnframt formaður og varamenn Theodóra Ágústsdóttir, Trausti Hjaltason og Sigdór Yngvi Kristinsson. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Næsta dagskrárliður 9 stjórn Stafkirkju, einn aðalmaður og einn til vara. Skipað var í stjórnin árið 2023 og því næst skipaði hana árið 2027. 10 undir sama lið öldungaráð. Þar eru 7 fulltrúar, 3 kosnir af sveitarstjórn, 3 tilnefndir af félagi eldri borgara og 1 fulltrúi frá heilsugæslu auk varamanna. Tillögur að bæjarstjórn skipi eftirtalda aðila. Þar eru aðalmenn Ragnheiður Lind Geirsdóttir sem jafnframt verður formaður, Guðríður Jónsdóttir og Þuríður Bernódusdóttir. Varamenn verði Elísabet Arnórsdóttir, Guðni Hjörleifsson og Thelma Rós Tómasdóttir. En ég vek athygli bæjarfulltrúa hér láðist að nefna nafn Thelmu Rósar Tómasdóttur í útsendum gögnum og ég biðst velvirðingar á þeim mistökum. En þeir sem eru tilbúnir að samþykkja þessa skipan vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá það 11 samráðshópur málefni fatlaðs fólks, 7 fulltrúar, 3 kosnir af bæjarstjórn, 3 tilnefndir af hagsmunafélögum fatlaðs fólks og 1 fulltrúi frá heilsugæslunni auk varamanna. Tillaga eftirfarandi aðalmenn: Ármann Halldór Jensson, Herdís Hermannsdóttir og Sonja Andrésdóttir og til vara verði Greta Þór Eyþórsson, Kjartan Vító Ólafsson og Þuríður Bernódusdóttir. Þeir sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlega gefið merki með handauppréttingu og það samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá eru það stjórnir skipaðar til 1 árs í senn. Og það stjórn Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Það eru 5 aðalmenn og 2 til vara en þann 29. apríl síðastliðinn skipaði bæjarstjórn Herjólfs ohf. Fyrir starfsárið 2026 til 2027. Næsta skipan stjórnar fer fram við aðalfund félagsins vorið 2027. Liður eru verkefnabundnar nefndir og þar eru tillögur, þar stjórn Eyglóar Eignarhaldsfélags. Þar eru 3 aðalmenn og 3 til vara og þar tillaga afsakið, ég byrja augnablik. Afsakið, fyrst velvinningar á þessu stuttalíi. Stjórn Eyglóar Eignarhaldsfélags, þar verði 3 aðalmenn og 3 til vara. Aðalmenn verði þeir sem hér segir: Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem jafnframt eru formaður,
Eyþór Harðarson og Erlendur Ágúst Stefánsson. Varamenn verði Aníta Jóhannsdóttir, Trausti Hjaltason og Linda Rós Sigurðardóttir. Þeir sem eru samþykkir þessari skipan vinsamlegast gefi merki með handa uppréttingu og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá höfum við tæmt, ekki rétt hjá mér, bæjarritari, þennan lið og ef enginn vill ræða sérstaklega meira um þennan lið þá bara hefur hann þriðji liður verið afgreiddur og við förum beint í lið 4 sem þóknun til fulltrúa í nefndum og ráðum á vegum Vestmannaeyjabæjar. Já, ég hef áður tekið það fram hér í pontu bæjarstjórnar að þetta eitt af þeim hlutverkum bæjarstjórnar sem mér persónulega mislíkar, að vera að ákvarða okkar eigin þóknun, en stundum þarf maður víst að gera meira en gott þykir. Samkvæmt 22. og 39. grein bæjarmálasamþykktar ber bæjarstjórn að ákveða hæfilega þóknun til bæjarfulltrúa og fulltrúa í ráðum og nefndum. Fyrir fundinum liggur tillaga óbreytt fyrirkomulag varðar grunneiningar og útreikninga þóknunar til fulltrúa í nefndum og ráðum á vegum Vestmannaeyjabæjar, en með þeim útfærslubreytingum sem samþykktar voru á 622. fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyjabæjar þann 21. janúar 2026 og fylgdu í útsendum gögnum. Miðað við uppreikna þóknun nemur grunneining fyrir bæjarstjórn 16.378 krónum og 20.844 krónum fyrir fastanefndir. Nefndarlaun skulu áfram bundin launavísitölu og uppreiknuð tvisvar á ári, í júní og desember. Sú breyting verður núna eftir kosningar að áheyrnarfulltrúi verður í bæjarráði, þar sem líkt og kemur fram í 27. grein bæjarmálasamþykktar að framboðslisti sem á fulltrúa í bæjarstjórn en ekki í bæjarráði heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í bæjarráði. Áheyrnarfulltrúi í bæjarráði skal uppfylla kjörgengisreglur 37. greinar sveitarstjórnarlaga. Tillaga liggur fyrir fundinum að hann fái sömu þóknun og aðalfulltrúi og áheyrnarfulltrúi fái þá sömu þóknun og varafulltrúi í bæjarráði. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu þóknanir til fulltrúa í nefndum og ráðum? Ef ekki, þá göngum við til atkvæða þóknun tillögum óbreytt fyrirkomulag grunneininga og útreikninga þóknuna með samþykktum breytingum á 1622. fundi bæjarstjórnar og ég bið það bæjarfulltrúa sem eru samþykkir þeirri tillögu rétt upp hendi. Og það hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til atkvæðum tillögum þóknun áheyrnarfulltrúa í bæjarráði og ég bið það bæjarfulltrúa sem því samþykkir að rétta upp hendi. Þeir bæjarfulltrúa sem því samþykkir. Og það hér einnig samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá höfum við tæmt lið 4 og þá það næst liður 5 sem ráðning bæjarstjóra. En fyrir fundinum liggur ráðningarsamningur við Írisi Róbertsdóttur í starf bæjarstjóra næstu 4 árin sem fylgdi með fundagögnum og liggur því eftirfarandi tillaga fyrir fundinum. Hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að ráða Írisi Róbertsdóttur til heimilis að Búhamri 70 í Vestmannaeyjum í starf bæjarstjóra Vestmannaeyjabæjar. Fyrir fundinum liggur ráðningarsamningur og felur bæjarstjórn formanni bæjarráðs að undirrita ráðningarsamning við bæjarstjóra. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu? Bæjarfulltrúi Sæunn Magnúsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta fyrsti fundur nýjar bæjarstjórnar og við tökum hér sæti með umboð frá íbúum til að vinna hagsmunum sveitarfélagsins. Framundan eru mikilvæg verkefni og bæjarfulltrúar Miðflokksins hlakka mikið til að eiga gott og málefnalegt samstarf við alla bæjarfulltrúa í þágu íbúa. Ein af fyrstu og mikilvægastu ákvörðunum nýrrar bæjarstjórnar ráðning bæjarstjóra. Það ákvörðun sem hefur verulega áhrif á starfsemi sveitarfélagsins, starfsmenn þess og þá þjónustu sem íbúar njóta. Að mati bæjarfulltrúa Miðflokksins nú tímabært að ráðast í breytingar. Ekki aðeins í skipan bæjarstjórnar þar sem hafa orðið verulega breytingar, heldur einnig í embætti bæjarstjóra. Undanfarið hafa komið fram fréttir af slæmum starfsanda og framkomu bæjarstjórans gagnvart starfsfólki. Þær upplýsingar falla þeim áhyggjum og þeim orðrómi sem heyrst hefur fylgja þeim áhyggjum og þeim orðrómi sem heyrst hefur nokkur skeið. Við teljum því ekki rétt að halda áfram á sömu braut. Við teljum að sveitarfélagið þurfi nýja forystu sem getur byggt upp traust
eflt samstarf og skapa jákvætt starfsumhverfi til framtíðar. Af þeim sökum getum við ekki stutt ráðningu bæjarstjóraefnis Sjálfstæðisflokksins og leggjum þess í stað til að Trausti Hjaltason verði ráðinn bæjarstjóri. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Sæunn Magnúsdóttir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa nýju tillögu sem breytingatillaga þá við framkomna tillögu? Enginn sem vil ræða hana, þá legg ég til að við göngum til atkvæða. Drífa, varstu komin með tillöguna til þín? Ég er búin að senda mér hana. Þú mátt senda mér hana líka, þannig að ég geti lesið hana. Örugglega rétt netfang, Drífa Hún Gunn. senda bæði. Þarna kemur þetta, takk fyrir. Þannig að tillagan í rauninni að Trausti Hjaltason verði ráðinn bæjarstjóri og gengur og sú tillaga breytingatillaga verið þá tillögu sem liggur fyrir, þannig ég legg til að við göngum til atkvæða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi merki með handauppréttingu. Þeir sem eru á móti þeirri tillögu vinsamlegast geri grein fyrir með handauppréttingu. Það eru þá 7 á móti, 2 með. Og því tillagan felld. Með leyfi forseta, með leyfi varaforseta ætla ég að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég myndi allan daginn treysta Trausta Hjaltasyni fyrir því að verða góður bæjarstjóri, en ég er í góðu meirihluta samstarfi með framboði Sjálfstæðisflokksins og treysti og styð þá tillögu sem að þar er fram komin. Þannig að ég ætla þá að leggja aftur til, þá fyrst að breytingatillagan var felld, að þá legg ég til að við göngum til atkvæða fyrri tillögu sem er eftir farandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkir að ráða Írisi Róbertsdóttur til heimilis að búhamri 70 Vestmannaeyjum í starf bæjarstjóra Vestmannaeyjabæjar. Fyrir fundinum liggur ráðningarsamningur og felur bæjarstjórn formanni bæjarráðs að undirrita ráðningarsamning við bæjarstjóra. Þeir bæjarfulltrúar sem eru þessum lið samþykkir vinsamlega að gefa merki með handauppréttingu. Það eru hér 5 atkvæði með, hverjir greiða atkvæði á móti, 2 greiða á móti og 2 sitja hjá. Þá er liður 5 tæmdur og þá er það næst liður, afsakið, já. Bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson kemur að gera grein fyrir atkvæði sínu. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil byrja bara á að óska öllum kjörnum fulltrúum komandi tímabils til hamingju með kjörið og traustið til að sinna verkefnum sveitarfélagsins í ráðum og nefndum á stjórnsýslusviðinu. Sérstakar hamingjuóskir fá þau sem eru að stíga sín fyrstu skref í þessum hlutverkum. Það er mikils virði að ný sjónarmið og kraftur fá að njóta sín og ég vona að okkur takist að styðja hvert annað, miðla reynslu og þekkingu og skapa gott starfsumhverfi á komandi árum.
Verkefni bæjarstjórnar eru fjölbreytt og krefjandi og eðlilegt er að okkur greinir stundum á hvaða leiðir skulu farnar. Slíkt er hluti af heilbrigðri umræðu og lýðræðislegu starfi. Það sem skiptir þó mestu máli er hvernig við nálgumst ágreiningsmál, að við sýnum hvert öðru virðingu, hlustum af einlægni og tökumst á við verkefnin af fagmennsku og heilindum. Sameiginlegt markmið okkar allra er að vinna Vestmannaeyjum gagn og tryggja sem best lífsgæði fyrir íbúa. Með því að leggja áherslu á gott samstarf og uppbyggilegt samtal er ég sannfærður að okkur takist það vel. Að lokum vil ég óska Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra velfarnaðar í komandi verkefnum á komandi árum fyrir Vestmannaeyjabæ og ég er ekki í vafa að reynsla hennar á liðnum árum mun nýtast okkur í komandi verkefnum. Og ég segi bara gangi okkur öllum sem best á komandi árum. Takk. Fyrir þetta bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, og þar sem ég var ekki búin að formulega loka mælendaskrá þá ætla ég að veita bæjarfulltrúi möguleika að koma og taka orðið ef þeir vilja ræða þennan lið eitthvað frekar. Ef ekki þá göngum við til næsta liðar sem er sjötti liður og er dagskrá bæjarstjórnarfunda 2026 til 2027. Forseti bæjarstjórnar leggur fram tillögu að áætlun eftirfarandi dagsetningar bæjarstjórnarfunda frá júlí 2026 til júlí 2027. Tillagan var send á oddvita allra framboða í aðdraganda fundar. Hún er svo hljóðandi að næsti fundur bæjarstjórnar verði 1. júlí 2026 og er hann jafnframt síðasti fundur fyrir sumarfrí. Sumarleyfi bæjarstjórnar verður í ágúst og fundar bæjarstjórn ekki í ágúst. 9. september er fyrsti fundur eftir sumarfrí. 4. nóvember er fyrri umræða fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn. 2. desember er seinni umræða fjárhagsáætlun. 20. janúar og 17. febrúar og svo 17. mars þar sem fer fram fyrri umræða ársreikning. 7. apríl fer fram seinni umræða ársreikning. Svo er fundur 5. maí, 2. júní og 7. júlí sem er svo síðasti fundur fyrir sumarfrí á næsta ári. Og þetta er auðvitað áætlun dagsetningar bæjarstjórnarfunda og geta að sjálfsögðu einhverju leyti tekið einhverjum breytingum, en við reynum að halda þessari fundadagskrá svo fremi sem að ekkert óvænt kemur upp á, en það hefur alveg komið fyrir að við höfum þurft að búa til sérstaklega auka funda. Október, það er ekki fundur í október og það er ástæða fyrir því er að október er gríðarlega þungur fundamánuður fyrir bæjarfulltrúa. Þá er bæði samband sunnlenskra sveitafélaga, það er fjármálaráðstefna sveitafélaga, það er landsþing sambands íslenskra sveitafélaga, þannig að það er gríðarlega þungar fundasetur á þeim tíma og voru dagsetningar meðal annars miðaðar til að hafa sveigjanleika í kringum þá viðburði. Ef einhver sem vil ræða fundadagskrá bæjarstjórna. Ef ekki þá göngum við til atkvæða þessa tillögu að dagskrá bæjarstjórnarfunda og þeir sem eru samþykkir vinsamlega skipið merki með handa uppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður 7 sem að bæjarfulltrúar ættu að venja sig vel við og kynna sig við það því að það er mjög reglulegur og eiginlega held ég sá fundarliður sem að er nánast alltaf á dagskrá bæjarstjórnar og er umræða samgöngumál. Og ég ætla að fara lesa í rauninni bókun inn í málið og svona reifa fundinn og stöðuna. En sem sagt, opinn fundur Vegagerðarinnar og Vestmannaeyjabæjar var haldinn í gær, þriðjudaginn 2. júní, þar sem fulltrúar Vegagerðarinnar og innviðaráðherra fóru yfir stöðu mála í Landeyjahöfn og svöruðu fyrirspurnum fundagesta. Á fundinn mættu á milli 400 og 500 manns þrátt fyrir að sumarleyfistími sé hafinn og Landeyjahöfn opnuð og sýnir þær áhyggjur sem bæjarbúar hafa af stöðunni. Fyrr daginn fundaði ný bæjarstjórn með innviðaráðherra og fulltrúum Vegagerðarinnar. Á fundinum kom fram að viðhaldsdýpkun Landeyjahafnar væri áfram lykilforsenda þess að unnt væri að halda höfninu opinni og að nýjir belgískir dýpkunaraðilar Jan de Null hæfu störf í september. Jafnframt kom fram að auknar væntingar væru bundnar við öflugri dýpkun og frekari útfærslu, svonefndar bufferdýpkunar, en að fjármögnun dýpkunarverkefna væri jafnframt mikilvæg forsenda framgangs þeirra. Enn fremur kom hjá ráðherra að Baldur væri varaskip fyrir Herjólf 4.
Þá kom fram að Baldur fengi B-haffæri í haust, en í langtíma áætlun væri gert ráð fyrir að 2 sambærileg skip sinni Vestmannaeyjum og Breiðafirði. Það myndi tryggja ásættanlegt varaskip fyrir Herjólf 4. Einnig að Herjólfur 3 yrði ekki tilbúin fyrr en í september og ekki hefði enn verið tekin ákvörðun framtíðar nýtingu skipsins. Jafnframt var farið yfir stöðu rannsókna á varanlegri lausn fyrir Landeyjahöfn. Þar kom fram að unnið hefði verið að líkanagerð og greiningu á mögulegum breytingum á höfninni, þar á meðal görðum, hafnarminni og dýpkunarsvæðum og að frekari niðurstaðna og skýrslu næsta áfanga væri að vænta í haust. Samkvæmt þeirri tímalínu sem kynnt var ekki gert ráð fyrir framkvæmdum fyrr en í fyrsta lagi árið 2030 en umhverfismat eitt og sér tekur að óbreyttu 2 til 3 ár. Á fundinum komu fram ríkar kröfur frá íbúum að lögð yrði fram skýr og tafarlaus áætlun vegna næsta vetrar svo koma mætti í veg fyrir það ófremdarástand sem Eyjamenn hafi búið við undanfarna mánuði. Sérstaklega var kallað eftir skýrum svörum varaskip, áframhaldandi nýtingu Herjólfs 3 sem ætti að vera staðsettur í Vestmannaeyjum og tryggar flugsamgöngur. Jafnframt var þrýst á innviðaráðherra að tryggja nauðsynlegt fjármagn til þessara verkefna. Þá var einnig gerð krafa að rannsóknum og framkvæmdum í Landeyjahöfn yrði hraðað eins og kostur væri og að gerðar yrði nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að umhverfismat tefði ekki framgang verkefnisins. Kröfurnar væru nauðsynlegt viðbragð í kjölfar þeirra óásættanlegu stöðu sem uppkom í samgöngum í Vestmannaeyjar í vor þegar dýpkun Landeyjahafnar gekk afar illa og annar rafmótor ferjunnar bilaði með þeim afleiðingum að siglingar til Þorlákshafnar gátu tekið allt að 6 klukkustundum. Ástandi skapaði verulegt óhagræði fyrir íbúa og olli tekjutapi fjölmargra fyrirtækja og hefur haft alvarleg áhrif á rekstrarumhverfi ferðaþjónustunnar sem sér ekki fyrir endan á. Bætt nýting á Landeyjahöfn lykil forsenda í vaxtarmöguleikum Vestmannaeyja og aukinni verðmætasköpun fyrir samfélagið allt. Fyrir fundinum liggur sameiginleg bókun sem allir flokkar í bæjarstjórn hafa komið sér saman en hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn skorar á ríkisstjórn Íslands að grípa til aðgerða til að tryggja ásættanlegar samgöngur til Vestmannaeyja. Til skemmri tíma mikilvægt að tryggt verði nægjanlegt fjármagn til viðbótar dýpkunar strax. Komið verði á ríkisstyrktum flugsamgöngum yfir lengra tímabil með auknum sætafjölda og tíðari ferðum strax næsta vetur. Til staðar sé varaskip í landinu með haffæri til Þorlákshafnar, B-skip sem getur komið inn í áætlun með stuttum fyrirvara ef á þarf að halda, sem uppfyllir þörf og hagsmuni samfélagsins. Til lengri tíma mikilvægt að fjármagn verði tryggt til að flýta rannsóknum, umhverfismati og framkvæmdum í Landeyjahöfn til að auka nýtingu Landeyjahafnar í samræmi við skýrslu DHE. Hefja undirbúning að nýsmíði systurskips Herjólfs 4 en samkvæmt samgönguáætlun ferjufloti landsins komin verulega til ára sinna og brýn þörf á endurnýjun. Aðgerðir þessar nauðsynlegt viðbragð í kjölfar þeirrar óásættanlegu stöðu sem uppkom í samgöngum við Vestmannaeyjar í vetur og vor. Bókun lýkur. Þá umræða opin gagnvart samgöngumálum. Ég gerir ráð fyrir, Jón Þór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Það fulltrúi Jón Þór Guðjónsson. Forseti, bæjarfulltrúar, hamingju með kjörið. Helsta verkefni svo sem hjá mann í dag var að maður komst að því að maður þurfti fleiri bindi fyrir komandi tíma. En ég vildi bara hafa jómfrú á ræðinu svo sem samgöngumál, þar sem þetta verður líklega að koma til vera. Og það mjög skrítið að standa hérna með í bóltið þegar maður búin að vera í upptökunni í nokkur ár, þannig megin. En við fengum sem sagt bara innviðaráðherra hérna í gær eins og Hildur kemur fram á og mér finnst bara svörin ekki verið nein, eða lítil sem engin. Og það eina sem að ráðherra virtist binda einhverja ömurlega vonir var að Jandi 0 skipi kom í september til að dýpka við Landeyjahöfn. Og það hjálpi haldi höfninni betur opinni. Það má vel vera að það hjálpi, ég vona það svo sannarlega, en þessi vetur kosta okkur allt of mikið til að við getum bara beðið og vonað. Við eigum að halda áfram að halda ríkinu við efnið í Landeyjahöfn og sá slagur alls ekki búinn. Ef að ríkið ætlar að
Já, við eigum sérstaklega að halda ríkinu við efni í landihöfn og sá slagur er ekki búinn. Ef við ríkið ætlar að treysta það að höfnin virki betur, þá þarf líka að tryggja það að kerfið í kringum Herjólfs sé í lagi og þar nefni ég sérstaklega mótorina. Við eigum ekki verið þeirri stöðu að bilun setji allt í skorður vegna þess að mikilvægur varahlutur er ekki til. Ríkið á að kaupa þessa mótora og eiga þá á lager. Ef ríkið og Vegagerðin standa ekki við sitt varðandi dýpkun, þá finnst mér að bæjarstjórn þurfi líka að taka þau upp, síman og heyra í dæluskipi ef allt fer á versta veg. Við getum því meður ekki treyst á umsjónaraðila þegar staðan er orðin svona slæm eins og var í vetur. Við þurfum líka að horfa á þjónustuna sem við sjálf getum bætt. Mér finnst að við eigum að skoða næturferðir enn betur, sérstaklega þegar þörfin er mikil og það getur kostað okkur aukalega, en stundum er það einfaldlega þjónustan sem við þurfum að skila til íbúa okkar. Ég vil líka sjá Vestmannaeyjabæ koma sterkari inn í Eyjagöng. Mér finnst bærinn eiga að vera stærri hluthafi þar, þannig að verkefnið gangi hratt og örugglega fyrir sig. Og það snýst að við höfum meiri áhrif á framvinduna og að rannsóknir og undirbúningur stoppa ekki vegna skorts á krafti og fjármagni. Það þýðir ekki að við séum að gefast upp á Landeyjahöfn. Við þurfum að berjast fyrir henni áfram. Svo er það flugið. Við þurfum reglulegt flug og að lágmarki 6 mánaða á ári, helst allt árið. Við þurfum stærri vél, tíðari ferðir og þjónustu sem fólk getur raunverulega nýtt sér. Við eigum ekki bíða næstu 4 ár og vona það besta. Við þurfum að þrýsta á ríkið, tryggja varahluti og skoða næturferðir, bregðast sjálf við þegar þarf og berjast fyrir betra flugi og taka meiri stjórn á framtíðarlausnum eins og Eyjagöngum. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Jón Þór Guðjónsson. Ég minni bæjarfulltrúa á að nota fullt nafn bæjarfulltrúa þegar þeir beina orðum sem þeirra allt í góðu. Kjartan Víti Ólafsson, gjörðu svo vel. Forseti, samgöngur eru lífæð Vestmannaeyja. Þær tengja eyjarnar okkar við meginlandið og tryggja að fólk, vörur og þjónusta komist á milli og ekki síst að góðar samgöngur að tryggja að ferðamenn geti heimsótt þennan einstaka stað sem við búum á. Ferðaþjónustan í dag er orðin ein af grunnstoðum atvinnulífs Vestmannaeyja og hefur hún áhrif á tekjur, störf, afþreyingu og lífsgæði á okkar eyju. Samgöngurinn er því lykillinn að því að góð og blómleg ferðaþjónusta sé til staðar. Síðustu vikur og mánuðir hafa sýnt okkur hversu viðkvæmt þetta kerfi er. Samgönguvandamál hafa haft mjög alvarleg áhrif á ferðaþjónustu aðilann okkar. Ferðum hefur fækkað verulega og í stað þess að fara í hundruði ferða til hafna er aðeins hluti farinn og þá í Þorlákshöfn. Á þessum stutta ferðatíma hér í Eyjum skiptir hver einasta ferð í Landeyjahöfn miklu máli. Ferðamenn hafa hætt við heimsóknir á eyjun okkar og við það nýta þeir sér ekki þá þjónustu sem búið er að byggja upp hér í Eyjum frá því að Landeyjahöfn opnaði. Hótel og gistiheimili hafa tapað bókunum, veitingastaðir missa viðskiptavini og allt samfélagi tapar. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa staðið frammi fyrir miklu tekjutapi á þessu ári og óvissan ein og sér er nóg til þess að fæla ferðamenn frá. Við verðum líka átt okkur á því að þetta er ekki bara tímabundið vandamál. Þetta hefur keðjuverkandi áhrif inn í næstu ár ef ekkert verður aðgert. Þegar orðspor áfangastaðar veikist vegna ótryggna samgangna tekur tíma að byggja þau upp aftur. Við í bæjarstjórn Vestmannaeyja þurfum að standa saman með ferðaþjónustuaðilum og beita okkur af fullum krafti fyrir bættum og áreiðanlegum samgöngum því að þar liggur grunnurinn að áframhaldandi uppbyggingu og árangri alls sveitarfélagsins til framtíðar. Þetta bæjarfulltrúi Kjartan Víti Ólafsson, næstur á dagskrá er bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. 29. apríl 2026 og enn er Landeyjahöfn lokuð. 16 árum eftir að við Eyjamenn héldum að seinasta ferjusiglingin til Þorlákshafnar væri sigld. Svona byrjaði ræða mín samgöngumál á síðasta bæjarstjórnarfundi og ég tek bara undir orð bæjarfulltrúa Jón Þórs Guðjónssonar að þetta var að vera margar ræður samgöngumál á komandi kjörtímabili. Því miður hafa margar ræður í bæjarstjórn verið á þessum nótum og lítið gerist.
Því miður sér maður fram á margar svona ræður á næstu árin. Á svona stundum kemur upp í hugan hvernig standi á því að ríkið, eigandi Landeyjahafnar, klári ekki framkvæmdina. Það á alltaf að treysta á að það komi góðu vetur, svo þetta virki. Atvinnulífið og hinn almenni bæjarbúi getur ekki sætt sig við þetta ástand lengur. Nú verðum við að taka höndum saman hvar sem við stöndum í pólitík, þingmenn, ráðherrar, þingflokkar í heild sinni þurfa að sameinast að vandamál Landeyjahafnar þarf að leysa með þeim aðferðum sem að Vegagerðin kynnti á íbúafundi í gær í framhaldi af skýrslu frá dönsku straumfræðistofnuninni. Þær tillögur mega ekki fara ofan í skúffu hjá ráðherrum í framtíðinni. Þar þurfum við að beita öllum þrýstingi sem mögulegur er. Svörin sem ráðherra gaf í gær, þau duga alls ekki. Við munum leggja okkur fram við að fylgja eftir bókun bæjarstjórnar í dag gagnvart öllum þeim sem að málinu koma. Takk. Takk fyrir það, Eyþór Harðarson. Bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, við öll hérna inni, allir bæjarfulltrúar sátu fund hér í gær og annan fund upp í Höll varðandi samgöngumál til Vestmannaeyja. Og ég bara alls ekki hissa á að íbúar í Vestmannaeyjum segi til hvers erum við að halda þessa fundi. Vegna þess að sumir þessi fundir virðast vera endurtekið efni. En það sem að við fengum út af þessum fundi í gær var, eins og kom fram í máli forseta bæjarstjórnar, Hildur Sólveigar Sigurðardóttur hér áðan, að það mættu samt sem áður, þrátt fyrir alla fundina, 500 manns til þess að sýna það að okkur nóg boðið. Og það nefnilega ekki þannig, þó að við sem störfum fyrir hönd sveitarfélagsins, hvort sem í bæjarstjórn eða í embættum, að það bara ekki þannig að við munum ekki redda öllu. Það þarf samtakamátt samfélags, eins og Vestmannaeyja, eins og við sýndum í gær. Og staðan þannig að við finnum alltaf fyrir því að þegar íbúar og pólitíkin standa saman, þá náum við árangri. Í vetur var í margar vikur umræða stöðuna í Vestmannaeyjum. Það var mikil athygli á samgöngunum, á stöðunni sem við búum við, á hörmungunum sem við gengum í gegnum og bara við búum öll við þetta, öll sem við erum hérna inni, við búum þessar aðstæður. Þetta algjörlega ömurlegt. Og svona fundur og svona svör sem bæjarbúum eru gefin, og þá ég að tala sérstaklega innviðaráðherra, að við bara getum ekki sætt okkur við þetta. Og það algjörlega ljóst að þessi áskorun sem að liggur hér fyrir fundinum frá bæjarstjórn Vestmannaeyja, þessi sameiginlega, hún verður bara lykilplagg áfram. Staðan nefnilega ekki þannig og mér finnst frábært að finna kraftinn og heyra í þessum bæjarfulltrúum sem eru komnir hérna inn að við ætlum að gera þetta. Og auðvitað ætlum við öll að gera þetta, en við getum notað afsökunina að við erum ekki með fjármagnið. Við varum náttúrulega búin að gera þetta allt ef að við hefðum eitthvað það að segja. En við verðum að standa saman í því að þrýsta á ríkið, og það það sem við höfum eftir þennan fund í gær að það eru til skammtíma lausnir. Þær snúa að því að fara í buffer-dýpkunina, fara í dýpkunina, vantar 400 milljónir inn í samgönguáætlun og í nýjustu tillögunni sem ég vænti þess að allir bæjarfulltrúar séu búnir að lesa. Það stendur ekki að það séu komnar 400 milljónir til viðbótar. Þá peninga þarf að fá og það kom skýrt fram hjá Vegagerðinni, þeir hafa óskað eftir því. Og það núna hlutverk nýra bæjarstjórnar og míns bæjarstjóra og íbúa í Vestmannaeyjum að ýta á eftir þessu. Það hægt að bæta í dýpkun með því að gera þessa buffer-dýpkun sem þýðir það að það eru gerðar holur, sandurinn fyrir fyrst ofan í þær áður en fyrir hafnaminnið. Það hægt að gera það. Það hægt að bæta við flugi. Það hægt að fjölga flugsætum. Það liggur inn í tilboð sem var boðið út sem ekki búið að klára í innviðaráðuneytinu. Við skulum rétt vona það okkur verið ekki boðið upp á 9 sæti í 3 mánuði. Og það hægt að tryggja það að hér séu til mótorar í þetta skip og að Vegagerðin eigi þá. En það tekur samt 6 mánuði að smíða þá. Svo líka auðvitað hægt að tryggja það að þegar
Við þurfum að sigla í Þorlákshöfn sem við vitum öll að verður ekki þannig að það kom aldrei aftur. Að það sé þá tryggt að Baldur eða það skip sem Vegagerðin kallar varaskip komi og sigli samtímis Herjólfi, þá eru komnar 4 ferðir, meiri flutningur og dreifðari tímar. Þetta er allt hægt að gera með fjármagni. Og nú er það hlutverk þessara bæjarstjórnar og mín sem fekk umboð til að gæta hagsmuna sveitarfélagsins frá degi til dags að fylgja því eftir. Og ég vona svo sannarlega að sá kraftur sem hefur heyrst hér í dag fylgi okkur áfram inn í störf bæjarstjórnar. Íris Róbertsdóttir, fleiri sem að vilja ræða þennan lið? Ef ekki þá er liðurinn tæmdur og afgreiddur með þeirri samhljóða bókun sem er lögð fram og ég legg hana hér til atkvæða hvort að bæjarfulltrúar séu samþykkir þeirri bókun sem var lesin hér í upphafi og hefur verið send á oddvita. Hér eru allir samþykkir því með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það liður 8 sem er íbúakosning 2026 þróunarsvæðið M2 en ég fer yfir skýrslu kjörstjórnar sem er dagsett 18. maí vegna íbúakosninga þróunarsvæðið M2 sem fór fram dagana 4. til 16. maí síðastliðin og þá sérstaklega samhliða sveitarstjórnarkosningum. Spurt var, ertu fylgjandi því að Vestmannaeyjabær skoði möguleika á uppbyggingu á þróunarsvæðinu M2 sem fór undir hraun í gosinu 1973. Á kjörskrá vegna íbúakosninga voru 3.538 kjósendur, atkvæði greiddu 1.526 og var kjörsókn því 43,13%. Atkvæðin féllu þannig að já sögðu 1.053 eða 69% greiddra atkvæða, nei sögðu 459 eða 30,08% greiddra atkvæða, auðir seðlar voru 14 eða 0,92% greiddra atkvæða en engir seðlar reyndust ógildir. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið eitthvað sérstaklega? Ef svo er ekki að þá leggja til að í niðurstöðu fundarins að þá segjum við hér að niðurstöðu íbúakosningarna er vísa til kynningar í umhverfis- og skipulagsráði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þeirra afgreiðslu, hins vegar skilja merki með handauppreittingu og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá eru það næsta dagskrá fundagerðir ráða, 9. liður umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja nr. 439. Þar liggur fyrir liður 1 sem er Malarvöllur og Langalá íbúðabyggð og leikskóli. Skipulagsáætlanir IB5 liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða auglýsingu á skipulagsáformum fyrir Malarvöll og Löngulá og voru ítarleg fylgjugögn sem fylgdu í ekki reyndar nefndar gátt. Ég biðst velvirðingar af því, ég fekk ábendingu frá bæjarfulltrúa Jónatan Guðjónssyni og kemur það fyrir inn í eldri fundagerðum og eru fylgiskjöl þar við. Vill einhver ræða þennan lið sérstaklega? Ef ekki þá legg ég til að við staðfestum þennan lið, þeir sem eru því samþykkir vinsamlega skifið merki með handauppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er það næst liður 2 sem er Strandvegur 63, þar er umsókn breytt deiliskipulag og liggur fyrir til staðfestingar. Er að ræða kynningu á vinnslustigi er varðar tillögu að breyttu deiliskipulagi og voru fylgjugögn á sama stað og í fyrra máli. Einhver sem vil ræða þennan lið sérstaklega? Svo er ekki, þá legg ég til að við greiðum atkvæði þeir sem staðfesta þennan lið vinsamlegast gefið merki með handauppréttingu og það er hér samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 3-7 í sömu fundagerð liggja svo fyrir til upplýsinga. Loks er það liður 10 sem er þá Bæjarráð Vestmannaeyja 3259. Þar liggja liðir 1-8 fyrir til upplýsinga. Liður 11 er framkvæmdar og hafnaráð Vestmannaeyja nr. 337 og liggja þar liðir 1-9 eingöngu fyrir til upplýsinga. Nú þá er ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar. Ég þakka bæjarfulltrúum öllum gott samstarf á fundinum og segi því hér með 1627. fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja slitið. Klukkan er 14:54.